Vertu þú sjálfur eins og þú Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Ekki fyrst bara komin í úrslit í bikar, hvernig tilfinningin? Náttúrulega bara frábær. Sérstakur leikur, bikarúrslitaleikur og það er bara frábært að fá að taka þátt í henni. Þið voru góðir í fyrri hálfleik? Já, rétt, við vorum góðir í fyrri hálfleik. Við vörðumst vel, við gáum fá færi á okkur og sköpuðum okkur færi sem við nýtum og Almar kom feikilega sterkur inn í hóluna fyrir aftan Hólmbert og gerði mikið af góðan hlutum fyrir okkur og fær víti og sett okkur í þægilega stöð fyrir seinni hálfleik. Hvað sagðirðu við þína menn í hálfleik? Ég sagði að það væri bara hálfnað og sem er akkurat það sem við vorum að leggja áherslu á. Það væri ekki dunnið ennþá og við þyrftum að koma út og vera klárir í 45 í viðbót í það minnsta og þeir myndu örugglega setja langa bolta og nota stóru menna, þeir eru sterkir í loftinu þarna og við kannski ekki með stærstu varnarlínuna í augnablikinu og sem var raunin. Okkur tókst að kljást við töpuðum náttúrulega skallaði mjög sem við byggust við en þeir skoruðu ekki úr því og svo leipum við inn í leikinn á einstaklingsmistökum en sem betur verð stóðu vaktina og kláruðum þetta. Munar um að fá Óla Örn aftur inn í vörnina? Já, sjálfsögum munar um Óla. Óli er bæði góður miðvörður einstaklingur og svo er hann leiðtogi og reynslu mikill þannig að það sýnir sig að við erum betri þegar Óli spilar. Varstu var eitthvað þreyta í blikunum eftir Evrópuleiki? Þú verður eiginlega að læra þá meira. Við spiluðum náttúrulega við það fyrir nokkrum vikum síðan og þá var leikmyndin kannski ekkert ósvipið í fyrri hálfleik. Okkur tókst ágætlega að eiga við þá líka, þá voru þeir ekki í sammála en ég geri nú ráð fyrir að það taki ykkur tóll að ferðast þarna langleiðum til Asíu og það eru 5-6 menn sem þurft að byrja þann leik þannig að sjálfsagt hefur það spilað einhverju rullu en þetta er það sem fylgir í að ganga vel. Hvernig útskýrðu þetta munin á þínu liði? Vinni Káringarna dætt svona í 2 mjög slaka leiki, mjög ánægð eftir þá leiki, svo svona mjög góð framstæð ykkur, heita? Ég veit það ekki alveg. Við þurfum eiginlega aðeins að kannski að læra betur að koma inn í leiki sem eru örlítið meira í líkamlega harka og kannski meira í slagsmál. Við sjálfsögðu í þessum 2 leikjum bara gáfum líka ódýr mörk snemma í leiks og það var kannski markmiðið að reyna að snúa því aftur að fram að þeim 2 leikjum hefur ekki gefið mikið frá okkur og fundum það aftur og eins og ég segi það skiptir náttúrulega máli að fá reynslumann aftur inn í vörnina en ég er ekkert mikið að hugsa þess að 2 deildarleiki í augnablikinu. Það er gaman að vera til í dag? Já, ég meina sjálfsög. Við fengum bikarúrslitaleik og við erum virkilega ánægðir með það að þetta var náttúrulega á móti mjög góðu Breiðabliksliði sem er búið að vinna eða ekki búið að tapa síðan ég veit ekki hvenær þangað til 25. í Asíu eða Suðaustur Evrópu eða hvað heitir og þannig að við vissum að þetta er mjög erfiður leikur og ég gríðarlega ánægður með hvernig við komum inn í hann og settum okkur í góða stöðu. Hvernig meturðu möguleikana í úrslitaleikinn? Ég meina Stjarnan er annað lið sem hefur spilað alveg feiknarlega vel núna yfir langan tíma og ég myndi nú segja það ef við kíkjum á einhverjar stuðla á eitthvað sleiðis þá séum við örugglega ekki jafn líklegir á þeir en þetta er 1 leikur og við allavega trúum á okkur og viljum meina það að við getum unnið á hvenær sem er.